Svona, þannig að við erum farin af stað og bara gjörðu svo vel. Já, komið sæl og velkomin á þennan Zoom-fund þar sem að Guðrún Högna ætla að færa okkur í allan sannleikanum hvernig það að halda Zoom-fundi, Rotary-fundi. Við erum náttúrulega bara í þessum veruleika núna að við þurfum að færa allt okkar starf yfir á Zoom og því betri sem við erum í þessari tækni, því náttúrulega betri verða fundirnir, þannig að það skiptir verulegu máli. Og við erum svo heppin að hafa hana Guðrúnu Högna sem náttúrulega mesti sérfræðingur örugglega landsins sko, í Zoom-tækninni. Þannig að það er að gera að nýta sig hana. Við erum að taka þennan fund upp svo að það geta fleiri hort á hann síðar, við getum deilt fundinum. Þannig að þeir sem að komast ekki akkurat núna, að þeir geta hafa séð hann seinna og það er bara algjörlega frábært. Þannig að við skulum nýta okkur þennan tíma vel og vera óhrætt að spyrja líka spurninga og vera duglega að spyrja Guðrúnu Högna út í allt sem okkur dettur í hug. Ég ætla líka aðeins að misnota aðstöðu mína og minna á Polio Plus daginn á morgun. Ég sendi bréf á ykkur í morgun og kannski það sem vantaði í bréfi var slóðin inn á hvernig við eigum að gefa í Polio Plus sjóðinn, en ég mun setja það inn á forsetasíðuna seinna í dag. Af því að það skiptir líka máli að við látum eitthvað renna til verkefnisins, það er að segja fjármagn. Og ég hef nú gert þetta oft en ég hef líka notað mér það að þegar ég er að gefa gjafir, eins og jólagjafir, að fara inn á Rotary-sjóðinn og gefa þar peninga til heiðurs það sem ég er að gefa gjöfina. Og þetta er ótrúlega einfalt og þægilegt og að gera að nýta sér þetta og við getum líka gefið til styrktar eða til heiðurs einhvers sérstökum, til dæmis ef einhver barn hefur fæðst eða einhverju látist eða eitthvað slíkt, þá getum við gefið. Þannig að gera að nýta okkur þetta og láta gott af okkur leiða í leiðinni. En fyrst og fremst erum við hér til þess að ræða Zoom-tæknina og ég bara gef þá boltan til þín, Guðrún, gjörðu svo vel. Ég gríp boltan, þakka þér fyrir, Soffía, og takk fyrir að minna okkur á þetta mikilvæga verkefni okkar sem sameinar okkur öll. En velkomin til leiks, ég heiti Guðrún Högnadóttir og er stödd hérna á Laugaveginum í Reykjavík á skrifstofu minni. En ég er forseti Rotary klúbbsins Görðum og það er virkilega ánægt að segja að við erum með 17 þátttakendur hér á þessum fundi í dag. Þannig að það er greinilegt að við ætlum okkur mörg að nýta þennan vettvang þess að standa vörð markmið og tilgang Rotary allan heim. En ég ætla að hafa þetta þannig, mér langar bara að keyra fundinn hennar stað eins og ég geri venjulega. Ég nota þessa tækni gríðarlega mikið í mínu starfi. Kannski þetta að segja, ég er framkvæmdastjóri í Franklin Covey hérna á Norðurlöndunum og vinn mjög mikið með stjórnundateymum allan heim. Var að klára fund með 50 stjórnundum hjá Icelandair núna fyrir klukkutíma síðan og þau voru stödd í held í 4 löndum. Í síðustu viku vorum við starfandi, vorum við með aðalfund Franklin Covey, við erum starfandi í 150 löndum og það voru 978 þáttakendur inn á svona Zoom-fundi og þetta snarvirkar. Þannig að við erum búin að nota þessa tækni núna í svona 5-6 ár og bara ég skil ekki af hverju við höfum ekki gert þetta meira að seinna heima. En ég ætla bara að byrja aðeins á því að gefa ykkur svo quick and dirty yfirsýn yfir bara þennan fundarsal sem við erum að horfa á hérna. Og byrja því að spyrja ykkur hvað er þið mörg sem hafið áður nýtt þessa tækni, bara hvað sem er í Rotary eða öðru. Frábært, mörg þeir hafa gert það. Bara rétt að sýna ykkur hérna að ef þið færið músina hérna upp til hægri, að þá er gluggi þar sem stendur á view. Og mér langar að hvetja ykkur til að smella þann glugga og vera bara almennt með stilt þarna á það sem heitir gallery view. En þið getið líka valið speaker view og þá sjáu þið bara þann sem er með orðið, en mér finnst almennt skemmtilega að vera með yfirsýn yfir alla. Þannig að þetta er svona eitt lítið takki sem ég hvet ykkur alltaf að hafa í huga. Og byrja ykkur síðan að færa músina niður í vinstri, neðst niðri er stika og neðst til vinstri byrjar hann á mute-takkanum. Og þið getið alltaf skipt þarna mute eða tekið ykkur af mute eða viljið byrja orðið eða ég myndi nú hvetja ykkur til að hafa þetta á mute núna þannig að við séum ekki keppast orðið. Þar við hliðina er líka start og stopp vídeó og ég geri það alltaf að regla að biðja allam að vera með myndbandið í gangi eins og er núna sem er bara frábært. Og þið ættu núna að geta séð okkur öll á þessum glugga, það er pláss held ég fyrir 20 myndir í einu
og við erum akkurat 18 á þessum fundi, en annars getið þið flett í gegnum þennan skjá með örþann til hægri og vinstri. Nú það sem ég ætla líka að biðja ykkur að gera núna er að ýta þarna á, ef við höldum áfram eftir neðri stikunni neðst, að það gluggi hnappur sem stendur participants. Og ef þið ýtið aðeins á participants hnappinn, þá birtist stika til hægri og þá sjáu þið lista yfir alla þáttakendur. Og þetta mjög sniðugt fyrir ykkur þegar þið eruð að stýra þessum fundum, af því að þarna getið þið gripið inn í og sett alla á mute til dæmis. Þið sjáu það ekki hjá ykkur núna, en þið sjáu það hjá ykkur þegar þið eruð fundarstjóri. En það sem líka mjög sniðugt þarna er að þarna eru takkar þar sem þið getið valið eða beðið fólk að segja skoðun sína. Þarna alveg neðst á hnappinum. Þannig að þið gætið til dæmis núna, ef þið mynduð öll ýta þarna á, ekki allir glaðir á föstudegi og valið þá já eða nei. Ég ekki alveg að fylgja þér. Hvað er það? Við erum þarna með participants í gangi, ef þið ýtið á participants. Já, ég það. Og þar eru þið með, má ég nú aðeins sjá, lower all hands. Þá eru þið þarna með glugga þar sem þið ættuð að geta valið að sjá, skal ég segja ykkur, sem ég sé nú bara akkurat ekki, þetta er náttúrulega klassist, og allt í einu bara hvarf þetta. En þetta algjört smá atriði, þannig ég ætla ekkert að dvelja við þetta. Nei. En mig langar að biðja ykkur að ýta á chat-takkan jafnframt. Og ef þið ýtið þarna við hliðina á participants, það eitthvað sem heitir chat. Það myndi bara hvar ertu? Það myndi svara mér þessari spurningu hérna, hvar ertu stödd eða hvar ertu staddur? Og bara fá annarkvort GPS-net eða heimilisfang eða bara hreinlega hvernig þú staddur í lífinu. Þannig að ég sé að Davíð er í Árbæn, Góa er á Akureyri og það er Skaftahlíðin, Magnús Gotfreð, Sællvertu og svo framvegis, Skógahlíð, Sléttuhlíð og svo framvegis. Þannig að þarna sjáu þið og ég ætla að sýna ykkur þetta alltaf aðeins betur og eftir, en þetta er afskaplega mikilvægt að hafa þetta alltaf opið sem fundarstjóri. Og gott að sjá Kolbrúnur á góðum stað í Grafarvoginum og Gísli Karel í Borgarbyggðinni að sjálfsögðu, Þorgrímur heima hjá sér eins og við fleiri, Elisabeth í Borgartúninu. En hérna er mjög sniðugt að hafa þetta virkt og þið getið valið það hvort þið eru að tala við alla. Ef þið ýtið þarna þið sjáu það everyone, það sem þið eruð að skrifa, eða þið getið líka skrifast á bara við einn og einn. Þannig að það er hérna to og þá veljið þið everyone eða til dæmis bara að velja þá að senda ykkur einum skilaboð. Þannig að þetta er mjög sniðugur takki. Og hérna er líka sniðugt að deila til dæmis skjölum. Þannig að ef þið ýtið þarna á file, þá getið þið alltaf valið að deila einhverjum sniðugum skjölum með fólki og getið bara sendt þetta inn og senda ykkur, ég var akkurat að vinna hérna með skjal með Icelandair rétt áðan, en þið getið sendt þarna inn skjöl, fundargerðir, hvað sem er. Þannig að þarna ýtið þið á file og veljið skjal. Nú en ég ætla aðeins að fá að opna hérna smá kynningu og sýna ykkur hvað mér langar að gera hér í dag og þegar ég deili með ykkur skjánum hérna fyrir augnablik þá ætti þið að sjá glærurnar mínar og leyfum bara að sjá hvernig lítur þetta út. Er þið ekki örugglega öll núna að horfa á glærustokk frá mér sem heitir Rótary klubunum Görðum fjarfundur via Zoom. Það ég thumbs up frá okkur hérna. Glæslegt, sjáðu glærurnar. En það sem ég langar að gera á sem stutta fund okkar hérna er þetta að mér langar aðeins að ná utanum bara stóru myndina varðandi áskriftarleiðir. Ég hef svolítið verið að spyrja þig, eiga að vera að borga fyrir þetta, eiga ekki að borga. Mér langar að sýna ykkur nokkuð svona snilldarráð varðandi uppsetningu bak við tjöldin og síðan góð ráð við að stilla upp þessum fundarsal eða fundarherbergi og að sjálfsögðu að taka fyrir nokkur önnur mál. Þannig að þetta er svona stóra myndin af því hvernig mér langar að stýra þessum fundi hér í dag. Og ég ætla að fá að byrja aðeins bara á þessari fyrirspurn varðandi áskriftarleiðir. Og
ef við hugsum aðeins það, þessi hugbúnaður er búinn að vera í gangi í þó nokkuð mörg ár, hann er ókeypis, þannig að það kæmust alveg upp með það að vera með þessa einföldu áskrift, en þegar þið farið fyrst inn á Zoom og stillið upp áskrift fyrir ykkar klúbb eða ykkur sjálf, þá farið þið hérna inn á þessa slóð hérna sem heitir bara zoom.us. Svolítið sérstakt lén, en þetta er sem zoom.us og þá birtist þessi hérna skjár hérna, þessari sérstöku konu sem er í hérna einhverjum líkamsræktaræfingum hérna. En ef þið farið hérna beint inn á það sem stendur Plans and Pricing, að þá birtist þessi hérna mynd og þá sjáið þið það að við höfum öll aðgang að þessum einfalda fjarskiptabúnaði bara beint ókeypis. Og þá getið þið stýrt svona fundum með allt að 100 þáttakendum, en eina sem er takmarkandi fyrir okkur hjá Rotary er það að þá er þetta bundið við 40 mínútna fundi. Og flestir fundir Rotary eru klukkutíma, og þess vegna kusum við hjá Rotary í Görðum í Garðabæ að kaupa þessa áskriftaleið hérna, þar sem við getum verið með allt að 100 þáttakendur í ótakmarkaðan tíma og við getum sem sagt hérna líka sem sagt tekið þetta upp og það eru allskyns auka atriði sem að bætast þetta nýja áskriftaleið. Og þið sjáu þetta ekki með $150 á ári sem er hvað tæpur 20 skall eða líka. Þannig að við kusum að fara þessa leið. Og við notum okkar lén, bara garðar@rotary.is til að skrá okkur hér inn. Þannig að þið sjáu það að þegar þið fengu fundaboðið frá mér og þegar þið skráðu ykkur inn, þá birtist við hér með Rotary klúbburinn Görðum í glugganum hér. Aðeins að hætta hérna að deila skjánum mínum. Og spyr ykkur hvað þið mörg sem hafa þegar skráð ykkur inn með ykkar lén fyrir ykkar klúbb. Sigríður Kristín sé ég, glæsilegt Magnús Gottfriðs líka, Góa, þannig að við erum mjög mörg búin að virkja þennan aðgang fyrir okkar klúbb. Og ég hallast að því að við viljum ekki vera að nota vinnutengda netfangið okkar eða persónulega, að þetta er mjög ódýr og góður valkostur. Einhverjar spurningar hvað þetta varðar og ef þeir eru með spurningar endilega setja þeir annarkvort inn í tjattið eða bara beint að taka ykkur af mute ef þeir eru með eitthvað sem þeir vilja spyrja varðandi áskriftarleiðir. Ok, ég held að sé engar stóra spurningar þarna, þannig að mig langar að halda hér beint áfram og fara yfir í næsta lið á dagskrá hjá okkur, sem er þetta hér, að það var að færa okkur frá þessum áskriftarleiðum yfir að nokkur svona snilldarráðum við uppsetningu bak við tjöldin. Og þegar þið farið inn á zoom.us og eruð búin að skrá ykkur það inn, að það sjáu þið að nú er ég hér á okkar aðgangi hjá Rotary klúbbnum Görðum, en ég ætla að minna ykkur á það líka að ég er að tala hratt og ég geri það viljandi vegna þess að við erum að taka upp fundinn, þannig að þið getið alltaf farið tilbaka inn í þessa upptöku og séð hvað hérna ég var að gera. En mér langar að sýna ykkur nokkur svolítið góð stillingaratriði bara með því að fara beint inn á okkar síðu og ég ætla að gera það þannig að ég ætla bara að draga okkur hérna beint yfir á Rotary klúbbinn Görðum. Þannig að nú er ég beint live hérna hjá okkur í Görðum. Sjáu þið ekki örugglega öll inn á okkar vefsíðu. Ég bara myndi byrja ykkur að kinka kolli, glæsilegt. Ég var einmitt hérna inn á Facebook að hjálpa okkur hérna á hann. En þið sjáu það að nú er ég komin inn á síðu Rotary og Rotary klúbbsins Görðum í Garðabæ. Og þegar ég fer hér undir, þið getið stilt upp ykkar prófíl og mér fannst skemmtilegt að setja Rotary merkið þarna inn að þá birtist það hérna, þannig að ef ég fer inn í profile að þá get ég bara breytt myndinni hérna, gert change og skoðað okkur hér. En hérna sjáu þið hvenær við vorum búin að stofna klúbbinn okkar og hver hefur aðgang. Og við gerðum það þannig að stjórn klúbbsins er með í rauninni bara þennan aðgangskóta. Þetta er bara garðar@rotary.is og svo var það þarna lykilorð sem ég man aldrei, sem er þarna virt.
Nú, þegar þið farið hérðan niður þá getið þið séð líka undir meetings hvaða fundi búið að boða til. Og þið sjáið þið upcoming meetings, að þetta þessi fundur sem við erum á akkurat núna, en við erum jafnframt búin að boða alla okkar fundi á mánudögum í hádeginu og þeir eru boðaðir inn á milli 12 og halv 2, bara alveg út, þetta eru 38 fundir sem við erum búin að boða. Og ég gerði þetta svona vegna þess að við keyrum alla okkar fundi í Rotary Klukkan í svo hybrid formi. Þannig að við erum með þessa glæsilegu aðstöðu núna niðri í Sjálandi á veitingastaðnum þar, sem heitir Sjáland matur og veislur held ég, en við keyrum jafnframt fundinn svona, sem þýðir það að þegar ég kem í pontu og set fundinn klukkan 12, að þá ég jafnframt búin að stilla tölvun okkar þannig að þessi fundur í gangi þar. Þannig að ef þú getur ekki mætt á vettvang, þá getur þú bara mætt inn á Zoom. Og okkur mjög annt þetta og sérstaklega á þessum tímum að við vorum með marga sem voru í sóttkví, marga sem voru á hjúkrunarheimilum og erlendis en vildu sækja fundin okkar, þannig að þeim stendur til boða að gera það alltaf. En þetta stillingin á meetings. Það sem langar að sýna ykkur hérna ef þið farið áfram undir account management. Og þetta gerir maður bara einu sinni að þá sjáið þið hér undir account settings að það eru svona lítil stillingaratriði sem vert að huga að og að gera þetta allavega vel þegar þið eru búin að skrá inn ykkar notendur eða notendanafn hjá ykkar klúbbi. En Zoom stöðugt að bæta við flottum fítusum og bæta við alls kyns svona stillingaratriðum. Þannig að í hvert skipti sem ég farið hérna inn að þá ég alltaf að sjá eitthvað nýtt. En hvað varðar ykkar klúbb að þá myndi ég bara mæla með eftirfarandi. Og minn ykkur ég fer hratt yfir sögu hérna en það samt sem áður þannig að við getum hort á þetta hérna á þessari upptöku. Að þið sjáu strax að það hérna waiting room. Og þetta þessi biðstofa sem í rauninni öryggismál fyrir Zoom. Og ég hef kosið að vera ekki með kveikt á biðstofunni fyrir Rotary vegna þess að við höfum ekki verið að lenda í því að það sé einhver óboðinn gestur að mæta og líka vegna þess að þetta kallar á smá handavinnu fundarstjórar alltaf að hleypa öllum inn í fundarherbergið. Þannig að ég hef kosið að vera ekki með kveikt á waiting room. En annað svona almennt varðandi security myndi bara fylgja þeim reglum eða þeirri forskrift sem að Zoom setur upp með passcode og svo framvegis. Þannig ég ætla ekkert að staldra neitt meira við þarna. Ég kom hérna niður í kaflanum schedule a meeting og hérna myndi ég absolutt bjóða ykkur eða hvetja ykkur til að hafa bæði kveikt á host video og participants video. Og ég gera það til þess að þegar fólk kemur inn á fundin að þá sjáist þau strax í mynd. Annars ég alltaf að biðja fólk að kveikja á vídeóinu eða kveikja á kveikja á vídeóinu. Ég myndi hins vegar hafa ég myndi hafa kveikt á þessu allow participants to join before host og það þýðir það að ef ég ekki búin að opna á fundin að þá getur fólk bara mætt til staðar og það komið inn. Nú annað atriði sem mér finnst líka mjög mikilvægt að gera það að hafa alltaf kveikt á telephone and computer audio fyrir audio type. Og almennt hérna heima þá virkar þetta audio alltaf. Ég ætla aðeins að sýna ykkur, ég sá að Gísli lenti í smá áskorun hérna áðan þegar hann var að koma inn, en það alltaf valkostur líka að hringja í númer. Það númer erlendis sem þýðir það að þátttakendur myndi vera að borga fyrir að hringja inn og hlusta á hljóðið. Ég hef verið að keyra svona fundi þar sem ég með þáttakendur einhvers staðar í Afríku eða Asíu eða Ástralíu og þá stundum við að lenda í vandræðum með bandvitina en þannig að þá hringja frekar inn en þetta verið ekkert verið vandamál hérna. Nú, hérna ég að nota alveg standard uppsetningu frá Zoom. Hér eitt sem að þið bara myndi kjósa að gera hvort þið gerið eða ekki. En það þetta að þegar fólk að koma inn á fundina, það oft mikið kliður, hundurinn að gelta, barnið að biðja eitthvað, að borða eitthvað líka.
Þannig að ég hef almennt slökkt á hérna, mute participants when they are joining a meeting. Fyrir ekki, ég hef kveikt á því. En ég vildi hafa slökkt á því núna bara því ég vildi heyri ykkur þegar þið komið inn. Þannig að þið verið bara að ákveða hvort þið hafi kveikt á hljóðið þeirra sem að koma inn. Nú, hvað varðar aðrar stillingar svona bak við tjöldin, að þá myndi ég absolutt hafa þessar stillingar hérna í gangi. Og ég er komin hérna undir in meeting basic, að ég myndi absolutt hafa kveikt á chat og kveikt á private chat og ég hef hérna núna auto-saving chats af því að ég vista oft eins og samtölin hérna við stjórnendahópinn hjá Metis eða Icelandair, þá er þetta bara við vinnuskjal að allt samtali sem fer fram í chatinu er vistað niður. Þannig að ég myndi kjósa að hafa hérna auto-saving chats. Ég myndi slökkva á notification when someone joins or leaves, einfaldlega vegna þess að það er bara auka hljóð, auka kliður. Ég myndi absolutt hafa kveikt á file transfer og feedback to Zoom og mjög mikilvægt hérna hjá ykkur núna að hafa kveikt, þannig á bláu hérna bæði co-host og polling. Og co-host að þá gerum við þannig að til dæmis þið vorum með fundin hérna með honum hérna Boga á mánudaginn sem að mörg ykkar sóttu, þá var hann sjálfur að keyra glærurnar, það var ekki ég. Og þið verðið að hafa kveikt hérna á co-host þess að geta leyft öðrum að stjórna share screen og öðrum hvítusum. Polling er mjög sniðugur kostur sem ég sýni ykkur hér á eftir, ég myndi hafa kveikt á því og að sjálfsögðu líka hafa kveikt hérna á screen sharing og ég hef það til vara hjá Rotary að leyfa öllum þáttakendum að deila skjánum ef að ég er ekki búin að gera co-host, það bara rennur þetta betur. Nú, síðan bara rétt í lokin að, ég ætla að setja núna Þorgrím á mute, ég sé að hann hefur óvart kveikt á sér, að þið getið alltaf breytt þessu hérna eftir á. Mér finnst gaman að því ég nota þetta mikið við mína stjórnendaþjálfun, þá er ég bæði með annotation og whiteboard og hjá Rotary erum við ekki að nota þetta mikið. Ég myndi passa mig að hafa kveikt á meeting reaction og ég myndi líka passa mig að hafa kveikt hérna að allow participants to rename themselves. Og það er vegna þess að hérna erum við með, sem sagt, og nú sé ég akkur þetta virkar ekki hjá mér áðan, en to rename themselves að það eru margir sem koma inn á tölvum sem eru ekki búin að setja inn notendanafn. Og það er alltaf skemmtilega að sjá nafn notanda, þannig að hérna hef ég passað að setja inn allow participants to rename themselves og ég sýni ykkur hvernig þetta er gert á eftir. Þannig að þetta er svona stóra málið, stærsta málið sem ég ætla að hvetja ykkur til að nota, það er hérna breakout room, að hafa kveikt á því og að því að við erum Rotary og okkur andum það að kynnast sem flestum, að það er að sýna ykkur hvað þetta getur verið sniðugt á Rotary fundum, að nota þetta breakout room. Að öðru leyti, Zoom er búin að vera að þróa þessa tækni í öll þessi ár bak við tjöldin. Það sem þeir gera líka, þeir eru með closed captioning, þannig að þegar ég er að kenna á ensku sem ég gerir mikið af, þá er hægt að, þá sést bara textið, þá bara textaði leið og ég er að tala. Þannig að við erum átt að tala, þátttakendur eru að koma inn með kannski 40 tungumál, ég er að kenna á ensku, en þá bara birtist það sem ég segi bara eins og hérna í texta, í sjónvarpi fyrir neðan mig, því ég meina closed captioning. Nú síðan er ég alltaf líka með kveikt á þessu virtual background, þar sem fólk getur valið að vera með annan bakgrunn heldur en hérna skrifstofuna sína og þetta kemur mjög skemmtilega út. En þetta er svona megin þátturinn og þið sjáu bara, ég skrolla hérna áfram það hvernig ég með þetta stilt upp fyrir Rotary, en Zoom er stöðugt að breyta og bæta og ég sé bara núna það er búið að hérna bæta inn fullt af öðrum hlutum. Við sendum fundin okkar ekki út í Outlook, þetta er allt sendt beint úr kerfi Rotary, en þið sjáu það að þegar maður er að vinna svona dagstaglega þá sendi ég alla mína fundi út með þessum hætti, þannig að vera með kveikt hérna calendar integration og hérna svo framvegis.
Ég held hérna áfram að skrolla niður alveg á botn, þannig þið sjáið ef þið viljið stoppa vídeó og þið eru að horfa á þetta í upptökunni til þess að sjá hvernig hérna ég er að stilla þessu upp hérna fyrir Rotary. Nú, ég ætla að hætta að deila skjánum og ná okkur öllum aftur í mynd, þannig að við bara gefum aftur orðið laust. Eru einhverjar spurningar hérna varðandi svona bak við tjöldin, stillingaratriði, eitthvað sem þið viljið sérstaklega spyrja um? Endilega taki ykkur bara af mute ef svo er. Takk kærlega fyrir Guðrún, Sjálfsagt. vel gert. Hvernig fáum við þetta bakgrönd á bak við okkur, eins og Sofía með hér sér? Já, gullna spurningin. Já, já og góða líka. Já, einmitt. Heyrðu, það er mjög, og þetta er mjög algeng spurning. Fólki finnst þetta, og þið sjáum við erum ég með nokkra svona bakgrunni hérna fyrir COVID, þetta er ekki skrifstofa mín. En það sem að ég geri og það sem að við gerum, þú bara færir músina hérna í áttina að vídeó. Og þar er lítil ör sem að vísar svona upp, þetta er svona lítil hotklófi sem vísar upp. Og þá getur þú bæði valið hvaða myndavél, þannig að nú er ég með nokkra skjái, þannig ég gæti skipta yfir á aðra myndavél hérna, þannig að nú er ég hérna, þannig að ég vel sem sagt hvaða myndavél ég horfa á. En þarna í þessari litlu ör við hliðin á stopp vídeó, þar getur þú valið virtual background. Og þar eru nokkru standard svona background sem að Zoom býður upp á. En þarna undir virtual backgrounds getur þú líka ýtt á plústakkan. Og ég sé að Guðlaug Birna komið mitt uppáhaldinn á norðurljósum bak við sig. Að það getur þú valið að ýta á plústakkan og bara valið hvaða mynd sem er. Þetta hérna er reyndar mitt uppáhalds hérna og þið sjá að tréð mér þess að hreyfist hérna. Ég bara lagti í vindinum hérna. Sérðu Gísli hvernig þú getur valið þarna sem sagt virtual background? Ég sé sko, það kemur bara none. Eða þarf ég að velja I have green screen eða? Nei, en þú getur ýtt það svolítið sérstakt að það er vantilega stillingaratriði þinn megin, en það er plústakki hérna við hliðina á virtual backgrounds. Já. Og þar getur þú bara sett hérna eigin, þú veist, bara ljósmynd eða hvað sem þú vilt líka. Okay. Þarna er þið líka konið með svona skemmtilega filtera sem ég nú ekki verið að nota hérna. En það er hægt að setja allskyns filtera hérna á. Þannig við hliðin á vídeófilters, þannig ég geti verið með hérna, sjáu þið þetta. Þetta hérna skemmtilegu dagur. Eða bara ný gleraugu. Og ég ætla nú að taka þetta bara af nann hérna líka. Þannig þetta er svona skemmtilegt, nice to have. En það er gaman að fara í gegnum þetta með fólki á fundum, bara að kenna því einmitt á þetta. Og Gísli með dettur í huga að þú fer þarna upp í vídeó, eða þið öll líka. Já, þetta er nú algjör snilldina. Hérna getið þið fengið líka bara svona, ef þið farið, þið eru núna öll í settings væntanlega, að þá sjáið þið þarna ef þið farið í vídeó og þá getið þið sko speglað ykkur og best af öllu þið getið farið svona í andlitslyftingu, þannig getið þið svona touch up my appearance. Magnús Gottfriðs, þú ert ekki í líkalækningum en þetta er mikil samkeppni við lítalæknalandsins. Að hérna þá birtist yfir og annað. Þannig að þarna er allskyns svona reddingaratriði bak við tjöldin. En þetta er sem sagt það sem að hver og einn þáttakandi getur stillt inn, en þið fyrir ykkar klúbb getur líka að stilla hann inn bak við tjöldin. Gísli, varstu búin að setja inn einhverja mynd svo við sjáum eitthvað skemmtilega þarna heldur en þetta málverk þarna? Mér vantar myndina sko. Þú eru að finna einhverja góða mynd úr sveitinni? Já, alveg pottet. Eru fleiri fyrirspurnir hérna áður en að ég held áfram með hérna, varðandi bak við tjöldin, varðandi stillingaratriði fyrir klúbbinn í heild sinni? Það er kannski ein spurning, Guðrún, takk fyrir gott erindi. Við vorum með fund í gær og hérna þar er, sem sagt þetta er gamall aðgangur hjá okkur, þannig að það er einn klúbbmeðlimur skráður fyrir honum og við vorum að velta fyrir okkur ef hann verður nú fyrir bíl. Já, það er óöflegt. Nei, hérna, ef hann stillir þetta þannig að það sé ekki waiting room, já. Gæti hann þá sleppt í að fara á fundin en við gætum reddað okkur?
Sko, ef hann fyrirfram búinn að gera ykkur að host. Ok, það málið. Það málið. Já. Og ég ætla aðeins að ég ætla bara að fara að færa mig yfir í einmitt þennan hlut og ég ætla að sjá hvort ég get ekki verið svolítið sniðug. Aðeins að hugsa hvernig ég geri þetta. Ég ætla að fara inn á þennan fund líka úr símanum mínum til þess. Þannig ég geti sýnt ykkur aðeins hvernig þetta að virka. En kannski fleiri spurningar og ég ætla aðeins líka að minna ykkur á það að það rosalega mikilvægt og við erum ofta að lenda í þessu. Að heyrðu þið mig núna? Það ekki mjög sniðugt hjá mér, þetta við. Ég ætla Það bergmálar mjög mikið. Já, það ekki. Ég ætla bara hreinlega, ég ætla ekki að vera svona sniðug, ég ætla að fara að þessum fundi. Sorry, ég ætla að koma inn á símanum líka og sýna ykkur ákveðið atriði hérna. En það rosalega mikilvægt ef þið búin að búa til aðgang fyrir klúbbinn ykkar að deila aðgangsupplýsingunum með að minnsta kosti stjórn. Og við komum til fundastjóra ef það einhver annar en þið. Bara þannig að allir geti stillt þessum atriðum vel upp. En ég ætla að sýna ykkur aðeins núna. Þannig að ef þið haldið aðeins áfram núna og við ætlum að fara í annan hluta á þessari kynningu minni hérna. Nema sér fleiri spurningar bakendann. Ef svo ekki, að þá ætla ég bara að minna ykkur á það að fara reglulega inn á zoom.us að þeir eru alltaf að uppfæra þessa síðu og það fullt af skemmtilegum nýjum atriðum að koma þarna inn. En þriðja ráð á þessari dagskrá okkar hér í dag nokkuð svona góð ráð þá varðandi framundan eða þetta fundarherbergi sem við erum núna í. Og mér langar aðeins að sýna ykkur að ef þið bara horfið aðeins, já, tók ég mynd af skjánum að mér áðan, þið verður bara að umbera myndina að mér í smá tíma fyrir gefið. En ef þið horfið aðeins á skjáin sjálfan, að þá sjáu þið að það sem skiptir máli alltaf að minna fólk á að byrja á að sjáu þið ekki hvernig, hvað mute-takin niðri. Að við hliðina á bæði mute-takanum og vídeótakanum þessi litla ör sem vísar upp. Og þar fleiri valkostir, bæði varðandi hljóð og mynd. Eina áskorunin sem ég hef lent í á þessum fundum þegar fólk ekki að ná inn hljóðinu. Og einfaldasta ráðið einfalt að biðja fólk að fara þarna inn við hliðina á mute-takanum, ýta á örina sem vísar upp og velja Audio Same as System. Þannig að þið sjáu það kemur hérna á Audio og Select Microphone eða Select a Speaker og það oft þannig að fólk með marga skjá í gangi, kannski heyrnartól, kannski ekki. En ef að fólk ekki að heyra hljóðið eða að sjá myndina, að velja, fara bara í mute-takan, ýta þarna á örina upp og velja Same as System. Eða að velja þann hátalara eða headset sem þú veist að tengdu tölvuna. Gísli, hvernig reddaðir þú þessu áðan þegar þú varst ekki að ná inn hljóðinu? Góð spurning. Það svo langt síðan. Ég man ekki hvað ég gerði. Ég ýtti held ég var eitthvað, ég fór í mute-takan. Já, nákvæmlega. Já, það var þannig. En þarna í mute-takanum að ég hef valið fullt af hátölurum og spíkurum vegna þess að ég með svo margt í gangi. En það líka mjög einfalt að benda fólki að nota bara test, speaker and microphone eða audio settings og bara leika sér með þetta þangað til að finna það. Sama gildir með takkan við hliðina á vídeóvélina. Það ör sem vísar upp og það mjög gott að minna fólk á að sjálfsögðu að hafa kveikt á vídeónu og við á Íslandi búum við þann lúxus að vera með nóg af Wi-Fi og bandvít allstaðar, þannig að það ekkert truflað neitt. En að vera þá með búin að velja hvaða myndavél þú þarf að nota
og fara bara inn í video settings og leika þér þar. Nú, annað... Já, ég spyrja einna spurningar, Guðrún. Endilega. Ég að spá í þarna varðandi hljóðið. Borgar sig í rauninni fyrir alla að hafa alltaf same system? Sko, nema að þú ert að setja eitthvað sérstætt, eins og núna mér finnst gott að heyrist betur í mig því að nota þessa græði hérna. Einmitt í skil, já, ok. En allavega þetta er leiðin ef fólk er í vandræðum, þá er það akkurat. Já, algjörlega. Því þetta er svo algengt vandamál, eða svona, mér finnst það, ef það er eitthvað þá er það þetta, sko. Já, einmitt. Þannig að þetta er algengasta reddingin, absolutt. Fleiri spurningar hljóð eða mynd? Ok. Ef svo er ekki, að þá ætla ég bara varandi svona framendan á fundarherberginu. Það sem mér finnst mjög mikilvægt að gera er þetta að fara alltaf inn og kenna fólki á þessa 3 takka. Það er að vera með kveikt á participants, sem er hnappurinn inn á neðst niður, og þetta er allt í þessari neðstu línu. Að vera líka með kveikt á chatinu og að taka smá æfingu þar. Og síðan hnappurinn hérna efst til hægri, sem er hérna þessi view-takki, þar sem að þú getur valið speaker view eða gallery view. Og þetta er svona nice to have, en mér finnst bara mjög gott, en mér finnst gaman að sjá sem flesta á skjánum. Mér finnst ekki gaman að vera alltaf bara að horfa á speaker viewið. Og svo finnst mér líka bara mjög þægilegt að bara eiginlega á hverjum fundi sem við keyrum bara svona er að koma einhverja eina opna spurningu inn í tjattið, þannig að allir komi inn og svari ykkur, bara þess að virkja fólki þarna. Ég ætla aðeins að sýna ykkur eitt líka sem er mjög sniðugt hérna í anda Rotary, og það er þessi stórkostlega breakout features hérna. Gott að sjá að Magnús er í glimrandi stuði hérna. Magnús, vorum við ekki saman í Chapel Hill í námi í gamla daga? Þú komst aðeins inn á eftir mér. Jú, ég var í Norður-Karolínu 93 til 99. Nákvæmlega, ég kláraði þarna 91, minn meistara hérna nám. Áski Sigurðsson tók við íbúðin okkar, þannig að þetta er gott samfélag þar. Og við fórum saman á Rolling Stones tónleikana held ég eða ekki, hérna varstu 93. Jú, akkurat, passar. Ertu ekki að tala þeirra hérna, jú, nákvæmlega. Þá fannst manni Mick Jagger orðinn ansi gamall. Heyri, og það er 20 ár síðan. Já. Og hann er ennþá spriklandi kátur. Já. Gaman þið nefnir Norður-Karolínu, ég var þar 1979-80. Nei, hvar varstu þá, Bjarki? Það North Carolina, það var í Salem. Í Salem, já, einmitt. Allt mikið trufla, fyrirgefið. Nei, ekki málið. Heyrðu, en ég ætla að sýna ykkur eitt, svona í anda Rotary, og ég stefna því að nota þetta miklu meira næstu misserin, en það er þessi stórkostlegi valkostur að geta boðið fólki að ræða saman í minni hópum. Og ég ætla að bjóða ykkur að gera þetta bara til að prófa þetta, og þetta er þessi feature sem heitir Breakout Rooms, sem ég get stýrt sem fundarstjóri hér og þið geti gert líka. En ég ætla að bjóða ykkur inn í aðeins minni herbergi og ég ætla að biðja ykkur að ræða í 3 mínútur hvað er það sem dregur ykkur að Rotary. Þannig að nú ætla ég að bjóða ykkur í minni herbergi og við erum núna 20 saman á þessum fundi. En ég ætla að sjá, býtum við, hvað er svo margir skjáir í gangi hérna hjá mér. Ég ætla að bjóða ykkur að tala saman í 4 minni herbergi, það verður 5 í hverju herbergi, og umræðu efnir er það hvað er það sem heillar þig við Rotary. Gjörið svo vel, ég hitti ykkur hér eftir 3 mínútur. Ég gætna gangi í ykkar herbergi og ég stýri þessu hérna. Endilega farið í minni herbergi. Hvað er það sem dregur ykkur að Rotary?
Þetta er Velkomin tilbaka. tærsnill. Þetta ekki aðeinslegt? Mjög skemmtilegt. Þetta og ég maður hugsa sko, þarna getur maður blandað fólki, þú veist, endalaust í ólíka hópa, selt inn skilaboð og viðfangsefni. Hvernig nýtið ykkur þetta? Hvernig varst ykkur þetta? Alveg meiri áttar, mjög flott. Æðislegt. Ég uppgötaði eitt þarna Áhugavert. í mínu spjalli að þarna eru 3 Rótarýklúbbar, Grafavogur, Árbær og Rótarýklúbbinn Hofi-Garðabæ. Við erum allir með okkar eigin útgáfu af fjórprófunu. Já. Nei, það. Þannig að við erum öðruvísi og kannski skemmtilegri, ég veit það ekki. Þannig að við erum að hugsa svona aðeins út fyrir boxið eins og við þurfum að klálega að gera með það að fara inn á svona Zoom-fundi og slíkt. Aldeilis. Heyrðu, þetta lag og maður hugsa sko hvað tæknin getur einfalda líf okkar og hvað þessi vettvangur sko ótrúlega einfaldur. Að þetta einn knappur sem ég bara ítti á breakout rooms, ég valdi hversu marga ég vildi hafa í hvert herbergi, ég sendi ykkur af stað með skilaboðum, ég kallaði ykkur tilbaka, búið. Þannig að þetta er bara plug and play. Mér langar rétt að spyrja með tæknilegu þættina. Þú nefndir áðan að þú værir í mynd þegar þú færir í pontu. Já. Við erum með stýrum okkar á borði, við erum með borð þessi stjórnin situr við og síðan fólki dreift salinn. Já. Og við erum annars vegar með stýrum fundinum frá þessu borði en síðan koma fyrirlesarar og standa þá við pontuna og sína skjái og ýmislegt þess aftar. Þannig að við erum að setja upp í rauninni tölvu, hafa við tölvu fyrir fram á forseta og þá væntanlega ritara eða þeir geti deilt saman tölvu og svo aðra við pontun okkar þar sem að viðkomandi fyrirlesari er. Sko, við höfum listið þetta þannig að við erum með eina fyrstölvu sem að klúbburinn á. Hún er verið svo blá í anda Rótarý og sú tölva er í pontu. Þannig að fyrirlesari að hann er með sína PowerPoint-kynningu þar og þar er Zoom aðgangurinn okkar opinn. Þannig að það er bara ein tölva í gangi í púltinu þar sem að búið að stilla upp þessari Zoominu og svo ger ég bara share screen og ég ætla aðeins að fá að gera þetta sýna ykkur hvernig ég gera þetta. Þannig að það sem ég geri að þið sjáu núna að sjáu ekki myndina af skjánum hjá mér. Að þessi, þannig að þá bara ýti ég á share screen og þá er ég búin að setja upp fyrirlesturinn þannig að glærarnir eru komnar inn. Þannig að fyrirlesari er alltaf bara að fletta glærarinn sína bara beint héðan. Það sem ég eiginlega velta fyrir mér sko, notið þið eina tölvu, það er öllum fundum og fyrirlesarum er stjórnað af einum stað. Já. Það er ekki þannig að þú berir tölvun á, færir hann á milli eða neitt þess áttur. Við gætum gert það. Já, ég hægt að gera það þannig að það séu 2 mismunandi tölvur tengdar kerfinu. Já. Og það er einmitt þessi fítur svo gott að þú skildir spyrja Bjarki að ég ætla aðeins að fá að taka, ég bara að sýna ykkur að færa þessa appisnugulu ör mína að uppi sjáu þið. Þegar nú er ég búin að opna partismansgluggann. Sjáu þið hvar örin er uppi? Nei. Ég get ekki, nei. Jú, hún sést þarna. Svona. Þarna, það sem ég er að benda á sjálfa mig aftur. Voðalega hvað ég þarf aðteklina núna. Að ef ég myndi hægri smella og ég tók bara skjámynd af því að fyrir fundin á þann, ef ég hægri smelli á alla þáttakendur að þá get ég valið, ég sem fundastjóri get ég valið to make host eða make co-host og ef ég vel make co-host þá er sá hinn sami með sömu völd og ég. Þannig að hann eða hún getur deilt skjánum, hann eða hún getur settast af könnun eða breakout room. En Sofía, ég man rétt að við vorum með aðalfundin, þá held ég að ég hafi fengið að vera host. Já. Að þá var ég með öll völdin og aðrir voru, en það voru 4 eða 5 sem co-host. Já, það passar. Þannig að þarna og ég hef gert hæfilt, ég hef gert þá sem co-host sem að er að halda erindi. Nákvæmlega. Það hefur verið ágætt, þannig, já. Þannig þetta er ekkert vandamál. Ætti ekki vera neitt vandamál. En Bjarki, sko að því sögðu,
bara, ég myndi pröfa þetta fyrst og þú veist bara vera að leika mér aðeins fyrst. Fleiri spurningar varðandi þennan hluta hér. Og ef þið eru öll með kveikt núna á hérna participants-glugganum og ef þið myndið aðeins bara renna músinni hérna yfir, fáið þið ekki líka more-gluggan. Ef þið rennið músinni ykkar yfir nöfnin, þar getið þið líka gert rename og það oft fyrirhandi sko það fólk kemur oft inn á einhverju öðru, þið getið bæði gert rename og edit profile picture þannig að það allskyns. Það allstaðar hægri smellanlegt og svona músvænt. Bara þið rennið yfir þessa glugga sem eru sem sagt, nú þegar í hérna, virkir í Zoominu. Það bara invite, mute me og raise hand. Já, einmitt. Ég hef meiri völd sem host. Því þú ert stjórnandi. Já. Það málið. Já. Það ég ætla aðeins að gera hérna, Bjarki, ég ætla aðeins að gera þig hérna co-host núna. Okay. Þá færði maður til að skilaboðin það. Þá fæ ég more-glugga. Þá færðu more-glugga og þá geturðu meir. Chat, stop video, spotlight for everyone. Já. Þannig að þetta, og ég sé að Björgólfur hefur hérna beðið orðið. Vildur þú segja eitthvað eða erstu bara að prófa að taka hana? Ég var að prófa hvort að takkin virkaði, hann virkar. Takk. Hann virkar svona þú bara færði orðið hér með. Ég ætla að láta ykkur vita líka, sko, ég tala um það, ég nota þetta mikið í eiginlega öllum mínum fundum síðastliðin 5 ár. Ég vinn svo mikið erlendis að ég stórkostlega spara svona í ferðakostnaði. Ég hef líka verið beðin að keyra þó nokkuð marga aðalfundi með þessum hætti. Og þar erum við að bera undir fundarmenn bara samþykktir og annað. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins eitt í viðbót sem er mjög sniðugt. Sem þið getið notað í Zoom og ég seti ykkur endilega að nota þetta í ykkar starfi hjá Rotary en það þessi fítur sem heitir Polls og ég ætla aðeins að bara komast að með litla könnun og ég hvort þið sjá þetta skjáin hjá ykkur núna og ég var bara rétt ég byrði ykkur afskonar stafsetningarvillanum innsláttarvillanum en spurtir hvað ætlar þú að gera til að vekja athygli á alþjóðadegi pólió. Þannig að ef þið myndu bara svara mér núna hvað þið ætlið að gera og þetta multiple choice en þið getið valið nokkra valkosti hvað þið ætlið að gera til að vekja athygli á starfi eða á alþjóðadegi pólió. Ég getur reyndar ekki valið fleiri en eitt. Getur ekki valið fleiri en eitt? Nei. Það þá mér að kenna þá ég ekki valið þetta sem multiple. Sorry, ok, þá það var mér að kenna. Ég stilti því þannig upp. En veljið bara eitthvað. Ég sé að það eru 6 af 18 búin að velja eitthvað, þannig að endilega kláriði þetta, 13 búin að kjósa, 15, 16. Hvað sagði Kolbrún? Ég sagði, ég bara finn ekki hvað þið eru núna akkurat með valkostina þarna. Ok, það birtist hérna lítil skjár á glugganum fyrir fram að þig, þar sem þú ættir að geta valið þetta er svona spurningakönnun í rauninni. Já, hún bara kemur ekki. Hún kemur ekki. Heyrðu, kann ekki að segja hvað það geti verið, en ég ætla bara að enda þetta núna. Þá ger ég bara end poll og þið sjáu hvernig ég aðeins hérna þegar þið sjáuð upptökuna hjá mér. Og nú ger ég share results og þá sjáu þið það að flest okkar ætlum að senda klúbbfélögum netpost og sjáu þið ekki niðurstöðurnar á skjánum hjá okkur. Þannig að hérna getið þið stilt upp alls kyns könnunum og eins og ég segi sko eftir aðalfundum að þá erum við að leggja fyrir fundarmenn bara samþykktir og deilum síðan niðurstöðum með þessum hætti. Þannig að þetta er líka hluti af aðgangi ykkar allar ef þið kaupið þennan $150 aðgang á ári. Það er spurning það, við þurfum að leggja fyrir ásreikninga fyrir fund. Já. Síðan hafum við verið með það sem við þurfum að stilla upp fólki til stjórnar á næsta ári. Já. Þá getum við sett þarna, í staðinn fyrir text, þá getum við sett inn nöfn. Já. En er það sko, getum við séð hver kaus hvað? Góð spurning, Bjarki. Ég ætla að sýna þér aðeins hvernig þið gerið þetta hérna. Ég ætla að fara aftur og deila með ykkur skjánum mínum hérna. Þetta á að vera anonymt sko. Já, þið getur valið það. Þú getur valið anonymt. Sjáu þið ekki aftur inn í neti hjá mér. Já. Þá sjáu þið hérna, nú er ég inn á fundurum okkar núna. Þannig að ég er hérna inn á fræðslufundur fyrir forseta Rotary og ég geri hérna bara fer hérna inn
og ef ég skrolla hér niður, þá hérna neðst, you've created one poll for this meeting. Og ég geri bara add og hérna, þú getur gert það fyrirfram, ég gerði þetta meðan þið voru í breakout-herbergjunum áðan, en það ger ég bara add og til dæmis bara bara kosning stjórnar og hérna get ég merkt við anonymous. Þannig að hérna get ég ekki, þá bara nafnlendi sem komin inn. Og fyrir ekki, get ekki hérna velja stjórn og það bara Jón og svo framvegis og eitthvað hérna og svo gerir þú bara save og þá þetta bara komið inn sem sem sagt könnun en hérna það sem ég glemdi að haka við á meðan þið voruð að tala saman var bara multiple choice. Þannig að hérna single choice, hérna get ég annarkvort bara valið Jón eða Gunnu en hérna með því að geta multiple choice get ég valið marga valkosti. Möguleiki því fyrir sama að kjósa tvisvar? Nei. Og ég segi nei með fyrirvara, mér finnst það mjög nei, það er bara eitt atkvæði á 12. Já, ok. Það komast mörg svör fyrir þarna í glugganum. Mér sýndist vera 10. Answer 1 to 10. En svo getur við verið með endalista bætti fullt af auka spurningum innan sem sagt hverja spurningar eða mörg poll. Og þetta svona fyrir lengra að komna, þannig að til dæmis sem aðalfundi sem ég verið að keyra, þá er ég, viltu fresta fundi, þá er þetta bara hver dagskrárliður með sitt poll. Fleiri spurningar, þetta er svona verið aðeins lengra að komna hérna. Já, er það ekki þangað sem við ætlum? Jú, algjörlega, bara verðið komið með doktorsgráðu í þessu, ef það er hægt. Heyrðu, hérna er ég svona búin að fara yfir slatta af efni og kannski eitt vill að benda ykkur á líka núna neðst á skjánum hjá ykkur er eitthvað sem heitir reactions og það er skemmtilegt að virkja fólk og biðja ykkur er ekki allir í stuði að það ef þið fara niður í reactions og það getið þið sendt út eitthvað Guðlaug Birna er jú með thumbs up og fleiri, þannig að það eru svona allskyns litli tvíkar sem eru uppi. Ég sé að Magnús hefur beðið orðið, endilega Magnús, gjörðu svo vel. Ég ætla að spyrja varðandi einmitt svona mál eins og kannanir og ýmislegt þess að það. Nú var talað að Zoom væri með einhvern öryggisgalla og fólk var jafnvel hvatt til þess að nota það ekki tíma. Er búið að lagfæra þetta? Veistu hvernig staðan er á þessu? Já, góð spurning. Og ég ætla að svara með mjög óábyrgum hætti sem Guðrún Högnadóttir en ekki sem Franklin Covey eða sem Rotary. Ég er að treysta þessum hugbúnaði en ef þú spyrð suma viðskiptavini mína heima eins og til dæmis Sjóvá og Metis að þeir leyfa þetta ekki, notkun á Zoom og það er vegna þessara öryggisgalla og það hafði það meðal annars með að gera það geti hver sem er með þennan link geti bara stokkið hingað inn og bombað þennan fund eða það var einhver tweak með single sign-on, þannig að þú ert að nota til dæmis sjóvá.is aðgangið þá ertu bara komin inn í öll kerfi hjá Sjóvá. Zoom gerði ofsalega ráðstafanir núna bæði í apríl, maí og júní og kynna þetta mjög vel inn á vefsíðum sínum. Þannig að við í þessum 150 landa fyrirtæki erum að nota þetta sem aðal grunninn okkar til samskipta. Þannig ég held, og Landspítalinn er að nota þetta held ég alveg örugglega ekki rétt sem Magnús. Við notum reynda Teams meira en líka Zoom, það er alveg opið fyrir Zoom. Já, ég nota mikið Teams líka en ég hallast alltaf frekar hingað vegna þess að Teams er svo ofsalega takmarkað. Bæði varðandi breakout-herbergin, polls og annað. En ég hef látið það virka eins og núna með Metis bara í vikunni var með þáttakendur frá 6 löndum, stjórnendur hjá því lyfjafyrirtæki og það er hægt að fara svona fjallabærsleitis að fara frá þessa virkni. En sumir segja þetta hafi verið svona markaðshæð frá Microsoft, þetta með öryggisskilaboðin. En ég selði ekki dýrin í kjöptu það. Fleiri spurningar? Já, kannski rétt östutt að renna yfir
hvernig á að hefja Zoom-fund og bjóða þátttakendur? Já, frábær spurning. Ég ætla kannski að gera það bara með að sýna ykkur hérna inn í, skal ég segja ykkur, mitt líf hérna, deila með ykkur öðrum skjá sem þessi hérna. Ég ætla bara að sýna ykkur aðeins inn í mitt, ég með svo marga skjá í gangi, afsakið þetta. Mitt líf hérna. Þannig að hérna þið bara komin inn í hérna minn sem sagt, mitt Outlook, þið ekki öll að sjá það? Fæ ég já hjá ykkur einhverjum? Já, ok, frábært. Takk. Ég sagði kinka kollarna, Sigríður. Sko, mér finnst auðveldast því ég að búa til funda að hérna ég bara inn í mínu kalender og það ein leið, þá ég búin að, sem sagt, þegar ég set upp Zoom, að þá hef ég þennan valkost að maður ekki hvað það heitir, en þetta bara linka þetta við Outlookið mitt. Þannig að hér ég einfaldlega bara með start instant meeting í Zoom eða schedule meeting í Teams og ég get alltaf bara tvíklikka hérna á fundin og ég ætla bara að fara hérna beint inn á, til dæmis hérna til hægri á mánudögum erum við með Rotary fundin okkar. Þannig að þá get ég búið til nýjan fund, þetta aftur í tíma fyrir ekki þetta vesen hérna, en til dæmis hérna að þá bara fundur, maður ekki hver það var ekki Björgólfur sem spurði þig. Og þá get ég bara gert hérna schedule meeting og þá íti ég bara, þá fer þetta beint einmitt hérna inn í bara fundar location. Og hérna tek ég nú bara af waiting roomið, þetta coffee aðgangurinn minn og þá ég bara strax komin með fundarboðið og svo ger ég það bara invite attendees og ég bið Sofíu að hitta mig hérna og hérna Gamaliel eftir smá. Og ég get bara sendt út þetta fundarboð og þá fá þau þennan link hérna sem calendar invite eða ég bara kópera hérna hægri smella á þetta og gera copy og þá ég með þennan link bara beint úr hérna 365 eða úr Outlook. Þetta ein leið. Mér finnst hún langþægilegust. Ég ætla að fara hérna út úr þessu, ég ætla ekki að bóða ykkur á þennan hérna, nei, hvað ég að setja eins og send meeting, but don't send, ok. Þannig að ég fer út úr þessu, önnur leið sem ég geti gert þetta, að það að fara hérna inn á bara Zoom-ið mitt hérna hjá Rotary og segja hérna schedule a meeting og þá get ég bara boðið fund hérna, bara Rotary, segjum bara poliofundur hérna. Þannig að þá get ég til dæmis bara boða fundi hérna á morgun, klukkan 3 og farið í gegnum þetta hérna, eitthvað bla 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 og ef ég vista þetta niður hérna, að þá fæ ég linkinn bara beint upp og ég get sendt hann áfram. Þannig að þetta sá linkur hérna sem ég get sendt í e-mail eða sett inn á Facebook eða sett inn á SMS þess vegna. En þetta fer líka beint inn í Outlook-kalendarið mitt. Þannig að þarna fór ég heinalegna bara í gegnum zoom.us sem líka alveg, ja, góð leið, en hvað annað? Svaraði þetta fyrir spurninni? Ég fer til þess alltaf þessa leiða þegar ég ekki með Outlook, við hérna hjá Vinnumálastofnun aðalpósturinn minn, sko. Já. Þannig að þá fer ég alltaf heinalegna, þetta seinni leið sem hún sýndir, sko. Þannig að ég held að fari bara eftir náttúrulega, hvernig póstforrit fólk að nota. Já. Og maður finnur kannski bara sína bestu leið líka. Já. Og notar hana. Og sko, þegar við erum að boða fundi fyrir Rotary, að þá myndi ég að fara seinni leiðina líka eins og Sofía segir. Af því að annars farið getur mitt vinnutengda netfang. Þannig að það þægilegasta leiðin. Var þetta nógu góð reyna gott svar, Björgólfur? Já, við erum að nota seinni leiðina, ég hafði ekki notað Outlookið ennþá. Nei, einmitt. En þar alveg bara stórkostlegt að sjá að öll þessi forrit eru orðin bara, þú veist, samferða með þetta allt saman, interlinked. Heyrðu, þetta svona stóra myndin held ég, að ég held ég að sýna ykkur flest sem að ég að nota dagsdaglega
og þetta, þú veist, þarf ekki að vera svona flókið. Ég held að bara stærsta máli sé að byrja eitthvað staðar og bara muna, ég meina tilgangur Rótary, það að tengja fólk og það að læra hvort af öðru og það að standa að setja þjónustu ofar eigin hag og þessi tækni flötur algjörlega stórkostlegur til þess að gera nákvæmlega það. Og eina spurningu nú takk ég þetta upp, hvar vistaru myndbandið? Góð spurning, ég áttur að finna út úr því. Ég held að einfaldasta leiðin sé bara, ég ætla að senda Sofíu þessa upptöku og Gísla sem hjá fræðslunefndinni, ef Gísli með okkur ennþá. Það ykkur að, já það fyrir ekki, hann var að kveðja fundina fyrir ekki veit, hann er að þakka fyrir ykkur. En ég er búin að segja frá því, þeir sem komust ekki einhverja hluta vegna inn, ég er búin að segja að ég muni vista þetta á forsetasíðunni okkar á Facebook. Já, flott. Ég mun setja það þar inn, þannig að það alltaf hægt að nálgast það þangað. En leiðu komið með upptöku fælinn sjálfan, hvar sjálf skráin? Góð spurning. Skráin, þú átt boð þegar ég íti hérna á Starts Recording, þá ég spurð, viltu vista þetta niður á þína tölvu eða inn á zoom.us? Og í þessu tilfelli valdi ég mína tölvu, bara af því, ég veit ekki af hverju. Já, bara fá að vita hvað þetta? Já, nákvæmlega, en þú færð val. Sigríður Kristín, ég sé að þú ert með spurningu líka. Já, takk. Við heldum okkar fyrsta Zoom-fund í gær, svolítið stressandi að kynna sér þetta allt einhvern veginn, en það voru einhverjir félagar sem lenti í vandræðum þegar þeir völdu bláa linkinn sem ég sendi út, að þá fengur upp síðu og það stóð launch meeting og ég kann ekki leiðbeina þeim. Já. Heyri, ég feið og spurður þessu Sigríður, bara frábær spurning og þetta er mjög góður punktur. Þú átt 2 valkosti þegar þú tekur þátt í svona fundum. Annar sá að taka þátt bara í gegnum vefsíðuna. Hann miklu takmarkaðri kostur. Hinn kosturinn sá að biðja þáttakendur að hala niður appinu. Ég man ekki alveg hvað þetta heitir, bara download the Zoom, meni hvað það heitir, application eða eitthvað líka. Og ég bæði með þetta í símanum hjá mér og tölvunni og það miklu vænlegri kostur að vera að biðja fólk að fara inn á zoom.is og downloadi ég muni þetta orðalag hérna beint, ég hafði að skoða þetta, hvert fór hérna skjána hjá mér. Download ég skal setja þetta hérna inn í, skal ég segja ykkur hérna, set slóðina hérna inn. Agree and proceed. Ég ætla bara að deila með ykkur skjána hérna meðan ég er að þessu. Share screen. Að þið sjáu þennan skjá hjá mér núna hérna, að hérna ég bara að fara sem sagt beint inn á bara zoom.us á þess að gera nokkuð skapaðan hlut hérna, og ef ég fer hérna undir resources og geri download Zoom client, það hérna bara efst, að hérna að fólk vera búið að gera þetta fyrir fundin. Að þá ertu með fulla virkni og sjáðu nú tek ég hérna bara að kópera þessa slóð hér og set inn í chatið hjá okkur öllum og þá ætti það að sjá, bara þú veist þetta sá linkur sem ég geti sendt út á í fundarboðinu áður en að fólk fyrir á fundin. Að vera bara að downloada þessum client sem basically þetta app sem við erum öll að nota hérna núna. Heyrðu frábært. Einhverjar fleiri spurningar? Ég sé að Guðlaug Birna spyr hann náði ekki hvernig hóstinn gerði þetta. Guðlaug, hvað var það sem ég gerði sem hún náður ekki? Þegar ég klikkaði á, að ég nota aðra tölvu núna heldur en síðast, þegar ég smelti á linkin frá þér, þá fékk ég bara skilaboð, viltu downloada client og svona. En ég með, eins og sumir segja, tölvur fyrir lengur að koma, það að segja appum. Já, nákvæmlega. Þetta er ekki klukkutíma debatt þetta. En Guðlaug, hvað varst þú að spyrja um? Ég spurði áðan, ég náði ekki þegar þú skiptir okkur upp hérna í hópa, hvernig var gert það, en það var sem host, þá varstu þar inni. Já. Og sem host, þá sé ég fleiri valkosti meðal annars þetta breakout room dæmi.
Og bara góð ráð hérna, sem ég geri alltaf fyrir stóra fundi og alltaf áður en ég fara að gera einhverja vinnustofur eða stýra aðalfundum, að ég virkja, þú veist, ég er búin að bjóða dætrum mínum og manninum aðeins að prófa þetta með mér. Bara værið tilbúin aðeins að koma inn á fund, pirraði í 5 mínútur og bara finna út úr þessu. Og ef hundurinn væri með sína tölvu, þá myndi hún líka fá þetta fundaboð. Heyrðu, bara æðislegt. Ég held, sko, við erum komin yfir tíma, það allir að fara að hérna gera eitthvað meira hérna á föstudegi, einhverja svona loka spurningar. Heyrðu, ef svo ekki, að þá bara, Kolbrún, langaðist þegar spyrjum við. Ég ætla bara að þakka fyrir, þetta frábært. Glæsilegt, þetta bara mér var ánægjan og bara gangi ykkur alveg ófsælega vel með ykkar flottu störf og ekki hika við að hérna senda mig línu ef eitthvað er. Takk kærlega Guðrún, það var frábært. Mjög gott. Takk sem við leiðis. Og munum eftir morgundeginum, Polio Plus, woohoo! Nei, algjörlega. Heyrðu, njótið þið helgarinnar og ég hlakka til að hérna sjá ykkur á ykkar fundum og þið eru velkomin inn á okkar fundið þið vilja sjálfsögðu, hérna hjá Rótary Görðum. Takk. Takk sem við leiðis. Takk fyrir kærlega. Bless. Yes, komast.